Þeir koma til staðar heitir Getsemani og Jesús segir við lærisveina sína: setjist hér meðan ég biðst fyrir. Hann tók með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við þá: sál mín hrygg, allt til dauða. Bíðið hér og vakið. Þá gekk Jesús lítið eitt áfram, féll til jarðar og bað að þessi stund færi framhjá sér ef þess væri kostur. Hann sagði: Abba, Faðir, allt megnar þú. Tak þennan kaleik frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jesús kemur aftur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: Símon, sefur þú? Gast ekki vakað eina stund? Vakið og biðjið, svo þið fallið ekki í freistni. Andinn reiðubúinn, en holdið veikt. Aftur vék Jesús brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi, því drungi var á augum þeirra, og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá: sofið þið enn og hvílist. Nú nóg, stundin komin. Mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum. Sá í nánd, mig svíkur. Leið, meðan Jesús var enn að tala, kemur Júdas, einn þeirra 12, og með honum flokkur manna frá æðstu prestunum, fræðimönnunum og öldungunum, og höfðu þeir sverð og barefli. Svikarinn hafði sagt þeim þetta til marks: sá sem ég kyssi, hann það. Takið hann höndum og færið brott í tryggri vörslu. Hann kemur, gengur beint að Jesú og segir: Meistari, og kysst hann. En hinir lögðu hendur á hann og tóku hann fastan. Einn þeirra hjá stóðu, brá sverði, hjó til þjóns æðstaprestsins og sneið af honum eyrað. Þá sagði Jesús við þá: Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega var ég hjá ykkur í helgidóminum og kenndi og þið tókuð mig ekki höndum, en ritningarnar hljóta að rætast. Þá yfirgáfu allir lærisveinarnir Jesú og flýðu. En maður nokkur ungur fylgdist með honum. Hann hafði línklæði eitt á berum sér. Þeir vildu taka hann, en hann lét eftir línklæðið og flýði nakinn. Nú færðu þeir Jesú til æðstaprestsins. Þar komu saman allir æðstu prestarnir, öldungarnir og fræðimennirnir. Pétur fylgdi honum álengdar allt inn í garð æðstaprestsins. Þar sat hann hjá þjónunum og vermdi sig við eldinn. Æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu vitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu eigi. Margir báru þó ljúgvitni gegn honum, en framburðir þeirra bar ekki saman. Þá stóðu nokkrir upp og báru ljúgvitni gegn Jesú og sögðu: Við heyrðum hann segja: Ég mun brjóta niður musteri þetta, sem með höndum gert, og reisa annað á 3 dögum sem ekki með höndum gert. En ekki bar þeim heldur saman þetta. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú: Svarar þú því engu sem þessir vitna gegn þér? En hann þagði og svaraði engu. Enn spurði æðstipresturinn hann: Ertu Kristur, sonur hins blessaða? Jesús sagði: Ég sá, og þið munuð sjá mannssoninn sitja til hægri handar hins almáttuga og koma í skýjum himins.
Þá reif æðsti presturinn klæði sín og sagði: Hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðuð guðlastið, hvað líst ykkur? Og þeir dæmdan allir sekan og dauða verðan. Þá tóku sumir að hrækja á hann. Þeir huldu andlit hans, slógu hann með hnefunum og sögðu við hann: Þú ert spámaður, hver sló þig? Eins börðu þjónarnir hann. Pétur var niðri í garðinum. Þar kom ein af þernum æðstaprestsins og sá hvar Pétur var að orna sér. Hún horfir á hann og segir: Þú varst líka með manninum frá Nasaret, þessum Jesú. Því neitaði Pétur og sagði: Ekki veit ég né skil hvað þú ert að fara. Og hann gekk út í forgarðinn. En þá gól haninn. Þar sá þernan hann og fór enn að segja við þá sem hjá stóðu: Þessi er einn af þeim. En hann neitaði sem áður. Litlu síðar sögðu þeir er hjá stóðu enn við Pétur: Víst ertu einn af þeim, enda ertu Galílegumaður. En Pétur sór og sárt við lagði: Ég þekki ekki þennan mann sem þið talið um. Leið gól haninn annað sinn. Og Pétur minntist þess Jesús hafði mælt við hann: Áður en hani galar tvisvar, muntu afneita mér þrisvar. Þá fór hann að gráta.